Já, næstu klukkustundina svo ætlum við að ræða umferðaröngþveitið á höfuðborgarsvæðinu. Þið eigið kannski bíl og þið hafið sennilega tekið eftir því að það tekur okkur æ lengri tíma ef við erum á bíl að komast frá stað A til staðar B. Við vorum hér í síðustu viku með umræðu þar sem að við heyrðum ólík sjónarmið borgarfulltrúa, þeirra sem styðja borgarlínu og þeirra sem hafa efasemdir borgarlínu. Mörg okkar telja að það sé þessi framtíðarsýn, hún sé ekki nógu trúverðug og við svona upplifum það frá degi til dags að vandinn sé að verða meiri og meiri. En það er til fólk sem að sýnir ábyrga hegðun og er hægt að taka þátt í því að sitja fast í bíl jafnvel klukkustundu saman í umferðarteppum. Fólk sem að sjálft gengur eða hjólar til vinnu. Og panel dagsins í dag hér á Samstöðinni, hann samanstendur af svoleiðis fólki. Verið þið 4 velkomin, Gísli Tryggvason, lögmaður, Herdís Sjopka, Séra Örn Bárður Jónsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson. Þið eru sem sagt hérna eins og ég var að nefna, þið eruð í því liði að þið reynið allt hvað þið getið að fara, nota ekki bílinn þegar þið eruð að fara og erinda eitthvað hér í borginni. Byrjum bara á þér, Sigmundur. Hvaða hagræði sér þú helst af því að ganga sem mest og nota einkabílinn sem minnst hér? Það er náttúrulega fyrst og fremst lýðheilsumál. Maður á að hreyfa sig. Já. Og ég hef áraræðir gengið mikið á fjöll, notið íslenska náttúru. Það er svona helsta áhugamál mitt. Fyrir þess að margt annað. Já. En ég á því láni að fagna eftir að hafa búið 18 ár í Grafarvogi og allir þar upp mín börn og notaði mikið strætó, til dæmis þegar ég var á Alþingi í 4 ár. Já. Þá tók ég bara strætó beint niður í MR og þaðan inn í Alþingi. Núna hins vegar eftir að börnin fóru að heiman, þá fluttuðu niður í bæ, gátum blósa okkur við annan bílinn. Já. Og sem er mikið hagræði og ég átti lána að fagna geta gengið í vinnu fyrst sem sjónvarpsstjóri Hringbrautar út á Nes, hjólaði ýmist þangað eða labbaði og menn mikla nefnilega allt var mikið fyrir sér fjarlæðir, göngufjarlæðir og svo eftir ég var ritstjóri Fréttablaðsins þá náttúrulega gekk ég bara af Laufásvegi niður í Austurhöfn og núna er ég ritstjóri RIF í Hafnarhúsinu niður við Höfn og geng þar á hverju mótni fram og tilbaka svo síðdegis og þetta er mikil lífsforréttindi að hreyfa sig, ganga, njóta náttúrunnar, njóta umhverfisins, labba til dæmis í mínu tilviki þegar ég er að labba niður á RIF í þessa dagana, framhjá Tjörninni, yfir Austurvöll, hitta fólk, hitta vini sína. Þetta gerir maður ekki í bíl. Nei. Og þetta er svona ómæld forréttindi að geta gengið og það er alveg fáránlegt að fyrir það fólk sem getur gengið það er ekki allir sem geta gengið að sleppa því. Til dæmis vorum við undirbúa blaðamannafund út af nefndu RIFi sem byrjar á fimmtudaginn upp í Háskólabíói og ég labbaði frá Hafnarhvoli og upp í Háskólabíó. Margir hefur tekið bílinn það er alveg unaðslegt að labba þessa leið fram og tilbaka og það eru allt of margir sem mikla fyrir sér gönguleiðir. Ég fer 3 sinnum í viku í fótbolta í Laugardal og að ganga þá leið frá miðbænum niður, maður er svona 45 mínútur sem er æðislegur tími með sjálfum sér, geta hugsað notið þess að hafa allt lífi í kringu sig. Inn í bíl er maður hins vegar yfirleitt pirraður út af því sem við erum að fara að tala um hér. Já, þú ert að bíða og hérna, sko, það er svo áhugavert að mörg okkar við ökum í líkamsræktina. Já. Og reynum að finna bílastæði sem næst. Og þar förum við og hlaupum á einhverju færibandi og svo förum við í sturtu og svo ökum við aftur heim. En sko með því einmitt að labba í vinnuna þá náttúrulega bara getur við sparað áskortið þér ekki. Og þetta er einn besta hreyfing sem hægt er að fá, það er að ganga. Akkurat. Örn Bárður, þú keyptir þér hjól, veit ég, fyrir hvað, rúmu ári? Já, reyndar, þá endurnýjaði ég. Já, keyptir þér rafmagnshjól? Já, það var 3. rafmagnshjólið. Nú, já. Fyrsta rafmagnshjólið keypti ég í Noregi. Var nú þó ekki svo heppinn að búa í sveitarfélagi sem borgaði fólki styrk til að kaupa rafmagnshjól. En ég keypti mér rafmagnshjól þar og kom með það hérna heim. Já.
seldi það og fekk mér svona meira götuhjól sem ég geti verið svona uppréttur og það reyndist mér mjög vel og svo endurnýjaði ég og fekk mér svona aðeins öflura hjól með aðeins breiðari dekkjum og pínulítið stærri rafhlöðu og ég fekk það í apríl í fyrra, ég held að sumardaginn 1. Og ég var að skoða áðan kílómetratöluna, ég búin að hjóla 2600 kílómetra á rúma ári, 1,5 ári. Það eru svona cirka 40 kílómetra á viku. Og ég veit að þú hefur farið og messað í einhverju nágrannabyggðum, hvort það var Kópavogur eða Hafnarfjörður og þá ferðu á hjólinu í hempunni. Reyndar ekki, ég hef hana með mér. Ég með hana sko í nakktöskunni, ég má nú ekki ljúga hérna. Ég með hempuna í nakktöskunni eins og prestarnir í gamla daga, sko. Þau fóru ríðandi og ég fer á mínum hjólhesti. Og ég fór í fyrra, þá fór ég 2 vikur í Rösur í Garðabæ í þessara erinda að jarða fólk og núna fyrir bara mánuði þá fór ég til Hafnarfjarðar, ég bý í miðborginni í Reykjavík, þá fór ég til Hafnarfjarðar og það var dálítið mótvindur og ég kom suður í Hafnarfjörð og tók mínar föggur inn og svo jarðaði ég og fór í erfidrykkjuna og hugsaði með mér, já það verður gott að fá meðvindin á leiðinni tilbaka. Heyrðu þá hafði hann snúið bölvaður og hálfu verri en þegar ég fór suður eftir. Ég komst heim og mælinni sagði 20, ég hafði sett mælin á sko til að mæla akkurat þetta 29,5 kilometri. Þannig að þetta og ég fer eiginlega aldrei út í hjólatúra. Ég er bara að fara að gera eitthvað. Þetta er erindið þín. Það er í innkaup. Ég er með 2 töskur ef ég fer út á Granda eða í einhverja verslun í nágrenninu í miðbænum að kaupa inn matinn. Og tekur bara það sem passar í þessar 2 töskur. Fer oftar. Og svo þetta að maður getur verið með sjálfum sér. Ég er aldrei með neitt í eyrunum. Nei, ekki aldrei. Nei, eyrum verða bara að vera fyrir umferðina og taka eftir og svona. Þannig að þetta er sko, þetta er dásamlegur ferðamáti. Já, þú sparaði náttúrulega stór fé. Ég nota bílinn svona einu sinni í viku. Einu sinni í viku? Bíl. Ég verð að viðurkenna það. En hvað finnst kollegu þínum íhaldssömmum prestum þessi ferðalög þín? Finnst þér þú ekki stórfurðulegu maður? Jú, það er svo mikilvægt. Sko ég held að sumir vilja ekki hjóla, þeir eru spjörhættir. Maður verður að sigrast á spjörhæslu og vera bara skrítinn. Það er bara mjög gott að vera skrítinn. Þú ert bara að normalisera þetta. Það er það sem þú ert að gera. Ég er að gera það, ég er að normalisera þetta að hjóla. Og ég var nú áðan ég var á fyrirlestri út í Neskirkju, þá verið að segja frá Sigurgeiri Sigurðssyni biskupi sem var sóknarprestur á Ísafirði í byrjun síðustu aldar. Og þið norðanmenn þekki þetta alls saman. Pabbi Pétur sem vígði með prest. Og bara nota benni, í dag eru 45 ár síðan að Sigurbjörn vígði mig sem biskup. Sem djákna, Sigurbjörn biskup. En það var sagan af séra Sigurgeiri, hann hjólaði á Ísafirði. Og hann bjó upp á brekkunni í húsi sem heitir Sjónarhæð og það var kallinn í Firði sem vann held ég í fiski á Ísafirði. Hann fór snemma í vinnun á mótnana og hann vann fram lengur en margir aðrir og þegar hann gekk inn í Seljalandsveginn þá sá hann hjól pressins og það var við stakkætið eins og náttúrulega girðingar heita í almennum bæjum og hann tók hjólið, hann fekk það að láni, spurði engan og hjólaði inn í fjörð og svaf þar og svo fór hann undan öðrum í vinnuna daginn eftir og setti hjólið á sama stað fyrir undan hjá Sigurgeiri. Svona tvín, góð nota þessu hjóli. Það er kallað deilihagkerfi í dag. Akkurat, deilihagkerfi. Þetta er flott sko. En ég læsi nú mínu þannig að menn taka það nú ekki svona á mér í miðbænum. Og Herdís, hver er þín svona saga í þessum efnum? Heyrðu, mér hefur bara alltaf verið svo gaman að hjóla. Mér finnst þetta fyrst og síðast bara rosa skemmtilegt. Það er ósegjanlega leiðilegt að vera í bíl í svona umferðarstöppu. Þó það hafi reyndar orðið betra eftir að ég eignaðist lítinn dreng. Ég á 5 ára strák, sko, og ég viðurkenni það er oft mikla gæðastundir í bílnum eftir leikskóla og leiðinni. Heimspekilegar spurningar. Og en ég svona segir svolítið
eins og hann hérna Sigmundur, við erum með 2 fætur, við erum að nota það og maður verður að algjöru fransbrauði þegar maður alltaf inn í bíl. Það rosalega auðvelt að missa niður einhvern veginn svona nennuna og hæfileikan bara til þess að fara út í vont veður. Og ég finn það alveg sjálfur mér og þegar maður byrjar að nota aðeins bílinn, þá freistast maður alltaf meira og meira til að nota hann. En þannig að ég á sem sagt bíl og nota hann oftar en þú. En ég á líka hjól og ég ákvað svona þegar ég eignaðist strákinn og flutti í Vogabyggðina og var með hann á leikskóla í Vesturbænum að reyna að festast ekki alveg í bílnum. Þannig ég keypti mér rafhjallahjól og ég keypti svona vagn fyrir barnið aftan í og baulaðist í þessu í 2 ár og ég ætla ekki að segja að ég hafi hjólað á hverjum degi, alls ekki. En ég var samt með hann í þessu vagni og við hjólum rúma 1000 kilometra saman í heildina og það var rosalega gaman og honum fannst þetta æðislega skemmtilegt. Og svo svo fluttum við í Álftamýrina og við erum nær, ég vinn sem sagt niður í Borgartúni, þannig að ég er mjög nálægt vinnunni minni núna og strákurinn er orðinn stór, þannig að hann passaði ekki lengur í vagnin, þannig að ég bara skipti núna bara fyrir rúmri viku yfir í svona fjölskylduhjól, þar sem að barnið getur setið bara aftan á. Og það er ótrúlega skemmtilegt og honum finnst það bara mesta sport í heimi hann hefur beðið mig að skilja hjóli eftir fyrir þetta leikskólan svo labbi ég sjálf í vinnuna svo hann getur sýnt vinnu sínu hjóli sitt nýja og þannig að mér finnst þetta bara gaman fyrst og síðast, svo finnst mér líka rosalega mikilvægt fyrir hann að hann sé ekki alinn upp í því að vera alltaf í bíl að þetta er svona uppeldisatriði, svolítið eins og þú varst að tala að maður er hallærislegur en mér finnst líka mikilvægt bara að normalisera þetta fyrir öðrum, þannig að þegar ég er út að hjóla kannski þetta aldrei kjánalegt, ég veit það ekki en það er samt bara, þetta er bara frábært þetta er bara ógeðslega skemmtilegt og maður hittir fólk mitt og er bara bjóða góðan daginn og situr ekki inn í bíl að bölva næsta bílstjóra. Það er engin kjánalegur á hjóli. Nei, nefnilega Maður er samt enn að venjast hjálminum svolítið. Já, svolítið, ég veit ekki það. Hjálmhár er alveg, það er alveg þing. Nema kannski fyrir Já, þetta er meira mál fyrir einhver konur held ég. Já, nákvæmlega. En Gísli, þú ert þú maður göngunar eða hjólsins? Ég er nú svona pínulítið að vera bæði ef þú spyrir söguna þá hjólaði ég náttúrulega mikið þegar ég var strákur og hafði gaman að því og svo hjólaði ég mjög mikið í Danmörku sem ég bjó í mörg ár. Svo þegar ég kom heim þá náttúrulega neyddist ég til þess að taka bílpróf og fara að keyra þegar ég fór að vinna og svona. En tíma fyrir svona 20 árum þá var ég að reyna að vera á einum bíl og hjólaði töluvert til vinnu þó ég byggi í Kópavogi. Og það var eiginlega ekkert nema hálka og mikill snjór sem að hamlaði mér vont eða hvað segja, rigning eða hvassviðri var ekki neðin fyrirstæða þá. Hvaða viðhorfi mættirðu þá fyrir 20 árum? Það var örugglega svona skrýtnara þá. Ég skar mig nú eitthvað úr þá en nú finnst mér bara fjöldin vera svo mikill að hjóla að nú er ég nýfluttur í Bryggjukverju og það er bara stöðu umferð á framhjá hjá okkur og eftir að við fluttum þangað þá fór ég að hugsa mig gott til glóðurinnar og vildi fara að hjóla og var aðeins byrjar að ganga í vinnu þó ég hefði búið í Grafavogi, það var mjög langt að ganga en heilsunar vegna vildi ég hjóla og ganga og er aðeins verið að gera kort ekki og ég er ekki nema kort að hjóla á Bryggjukverju í Kringluna sem ég vinn. Og finnst það gaman og ég get í rauninni sleppt ég að vera á bíl held ég 4-5 dögum ef ég skiplegg með þess. Náttúrulega gríðarlega kostnaður sem að fylgir því að eiga bíl og reka bíl en það sem er alveg óhugnanlega skuggalegt að við deilum náttúrulega öll því að þegar við þurfum að fara á bíl að maður tala nú ekki í þessum brjálaða síðdegistíma á föstudögum eða eitthvað svoleiðis, þá getur það ég get bara hent því á borðið ég hef verið klukkustund að komast frá Bólholti að Fjólugötu í Þingholtum á bíl ég er 25 mínútur að labba rösklega held ég held að þetta sé svona cirka það sem við erum að eiga og við erum alltaf að heyra fleiri og fleiri hryllingssögur. Ég var með borgarfulltrúa hér í síðustu viku þar sem vorum að ræða borgarlínuna og þar kom fram að 79 bílar þeir bætast við umferðina á höfuðborgarsvæðinu í hverri einustu viku. Það eru 320 bílar á hverjum 4 vikum. Markvaldið það með 12 og á þessum tíma sem við erum að verða vitni að þessum breytingum þá hafa engin samgöngumannvirki verið gerð hér í borginni sem er að létta á þessu. Bara
bara Sigmundur, þú ert búin að segja fréttir í marga áratugi og þú ert búin að búa hérna í þessari borg ansi lengi, þú hefur örugglega oft verið fyrsta frétt á Stöð 2 undir þinni stjórn að nú búið að Sundabraut í stokk bla bla bla, þá að gera þetta og hitt og svona, en það verður minnum eftir. Hvernig meturðu ástand? Ég veit ekki hvað svo oft ég búin að segja eftir af Sundabrautinni. Ég gegnum þessa allan tíma í 40 ár. Og ekki bólar ennþá á henni og fyrir vikið sitjum við höst í umferðar öngþveiti og þetta 4.000 til 5.000 nýjir bílar á hverju ári sem bætast við flotan í Reykjavík og ekki bara í Reykjavík. Ég heyri í vinum mínum á Akureyri, þekki vel til þar, allt mitt fólk býr þar. Og við erum hver hér með rætur þangað og þar þetta byrjað að verða vandamál sömuleiðis. Þegar ég var allastað upp sem strákur á Akureyri, þá var ekkert endilega til siðs að húsbændur á heimilinu hreyfðu bílinn sinn, af því þeir áttu bílinn og vegna þess að menn gengu til vinnu en núna þetta verða orðið vandamál jafnvel á Akureyri, það sem svifryksmengun sko svo mest á landinu vel að merkja. Og hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu þetta orðið svo mikið vandamál að sko ég bara vorkenni stórum hluta íbúa á höfuðborgarsvæðinu sem hangir ef til vill í bíl í 2 tíma á hverjum einasta degi. Ég lenti í því að skutla dóttur minni áður fekk bílpróf, yngstu dóttur minni sem núna 20 mær út í Árósum í lýðháskóla. Hún var að æfa inn í CrossFit Reykjavík í Skeifunni og þið veitir hvernig umferðarumhverfið þar í kring og hún var átt að mæta 4:30 á daginn og ég þurfti að leggja af stað klukkan 3 til að vera alveg viss hún kæmi vegna þess að ég var yfirleitt meira en klukkutíma á þessum tíma að keyra þennan örstutta spöl frá Laufásvegi í Skeifuna. Og ég var að byrja að reyna að fara einhverstaðar inn á milli Flókagötun og svona sko og það svo alltaf lenti ég af einhverjum sultum og þetta var til þess að heila vetur, ég klárlega ekki einstæmi, þá beið ég eftir að hún kláraði tíman og skutlaði svo þannig að í þetta fóru hjá mér og ég bara einn af sko 100.000 sem búa hérna á þessu svæði í þetta fór hjá mér rúmir 2 tímar 2 svar í viku og ég satt uppi með þetta og vinnustæðurinn minn galt fyrir þetta þetta bara ein saga og það eru 20.000 svona sagna. Eitt sem skýrir rýra framlegð Íslendinga þegar kemur að atvinnu. Og það þurfa allir að skutla börnunum sínum óra vegalengdir vegna þess að skipulag borgarinn með þeim hætti að sko þjónustu kjarnar eru ekki nógu sterkir í nærumhverfinu. Það þarf alltaf að vera að skutla á milli hverfa. Mér finnst mjög góða punktur þetta sem þú nefndir að sko það hellingur af fólki sem að bíða klukkutími saman í sínum bílum og það hefur ekki hugmyndaflug til þess að breyta ferðamáta sín eins og þið hafa verið að gera. Ég ætlaði að spyrja, af hverju hjólaði ekki dóttir? Ef hún gætt farið í CrossFit þá hefur hún gætt að hjóla. Já. En þetta var náttúrulega bara linkinda minni hálfur. Eða af hverju tók hann líka strætó? Maður vill dekra börnin sín stundum. Það rifjast upp fyrir mér. Þetta var örverfið sko. Já, ég skilji. Það rifjast upp fyrir mér, ég bjó í Garðabæ og var að vinna í Neskirkju og þá fór ég stundum á gírahjóli bara svona gamaldags gírahjóli á milli og þá ekki komnir þessir fínu hjólastígar þessi borg náttúrulega orðin gjörbreytt og ég man þegar ég var að fara yfir Kópavogshálsinn og var að fara undir brýnnar með bílana á 100 km hraða fram úr mér á bara eins og að vera í lífshættu og var það bara og komast þarna niður og komast niður á bensinstöðin í Fossvoginum og þá komst maður inn á stíg til þess að fara út í hérna Nauthólsvík og þangað til þess að vera frá umferðinni. En núna þetta bara allt annað. Daginn þá þurfti ég bíllinn minn sko sem ég nota einu sinni í viku, það þurfti að gera við hann og það var verkstæði í Hafnarfirði rétt hjá Fjarðarkaupum og ég býnir í miðbæ, við segja bara miðbæ við Hörpuna og ég hringi þá klukkan 4 og þessi, já við vorum að klára bílinn og þú mátt sækja hann og hvenær lokið, klukkan 5 og ég sagði, hvernig á ég já, býtum við, já ég fer bara í hjólunu og ég gerir mig kláran 17 mínútur yfir 4 leggja af stað og ég var kominn söður í Hafnarfjörð nánast án þess að fara af hjólastígum
nánast alla leiðina eftir 24 mínútur og ég fór fram úr, þetta var milli 4 og 5 þegar allir að keyra heim úr vinnunni allt vaktafólki á Landspítalanum og ég fór fram úr þessum bílalestum alla leiðina suður úr og bara og fyrir þetta það að hjartað að pumpa og í lagi sko. En þetta einmitt rosalega mikilvægur punktur sem þú segir að fyrir einmitt 20 árum og svona, þá var maður alveg algjör sérvitringur að standa í þessu og það var þetta bara virkilega erfitt og í sumum tilvikum hættulegt. Og þá rafsnaðar oft á líka, þá voru hjólastígar kannski bara allt í einu stoppuð og það var eins og maður eitthvað bara stíð út til himna. En nú miklu minna það að hjólastígar endi bara án einhverjar... Já, svo allar þessar fínu sleikjur sko, sem að kennst upp, sko, það engir kantar allstaðar svona aðgengilegt og eins og hefur mér fundið sko undanfarin ár sko að borgin, sko ég þeirra skoðunar að borgar stjórnin á að greiða götu allra sko, gangandi, hjólandi og líka þeirra sem aka bílum og til dæmis að gera þeim ekki meira græmt í geði en nauðsynlegt til dæmis mætti stilla ljósin betur því að stundum ef að lítil umferð eins og kvöldin þá býður maður bara á rauðu ljósi sko, nánast maður bara klukkuna Það væri líka svo gott að það væri hægt að stilla einbeitingu borgarbúa örlítið betur af hverju fer hálfur tíminn af græna ljósinu stundum í viðbragðið bara afsækið mig það er allir í símanum það bara gleymist að upprunni ljósana sko, áður en að ljósin komið til sögunar þá voru lögreglumenn sem að leystu úr umferðarhnútum og stýrðu umferðinni og ljósunum var ætlað að stýra umferðinni en ekki hindra hana hugsa ykkur leigubílstjórana sem aka á nóttinni og þeir eru að bíða á rauðu ljós allstaðar og það er engin bíl sko í 5 km fjarlægð sko, sumstaðar mætti vera bara frelsi að fara yfir og beygja og fara yfir jafnvel á rauðu sko. En sko nú erum við öll hér bara einstaklingar og ég er aðeins að slást í ykkar leið upp á síðkastið, ég er aktíft að reyna að fjölga ferðum mínum gangandi og jafnvel skokkandi í vinnuna frekar en að sjá líf mitt brenna upp í hérna umferðar og öngþveiti þar sem ég sitt fastur í bíl sem að dælir ógeði út í hérna andrúmsloftið sem steikir jörðina og drepur okkur öll að lokum en sem sagt og það gildir einu, við erum ekki hér til þess að tala fyrir okkar stéttir eða störf og ég veit að hérna þú vinnur í umhverfisráðuneytinu en þú ert hér ekki sem fulltrúi umhverfisráðuneytisins en ekki sko alveg plús allt það sem að þið hafi verið að ræða hér ekki þetta með sko bara ábyrgð tikkar það ekki inn í þinn hvata þegar kemur að samgöngum ekki spurning, það gerir það ábyrgð og skyldur jafnvel getur maður sagt Já, ég veit ekki, sko ég get alveg viðurkennt að ég er mjög upptekin af loftslagsvandanum og þetta er alveg algjörlega hérna, ég líti á þetta sem svona lítið brota mínu framlagi í það sko og það er svolítið gaman, ég skráf alla mína ferðir á Strava og þar getur maður merkt hérna ferðina sem commute og þá sérðu hvað er búin að spara mikið hérna CO2 útblástur og hérna þannig að einmitt þess vegna líka upp á sko sína syni mínum að hann geti hjólað það sé sem sagt svona bara eðlilegur ferðamáti innan borgar að það sé og bara allstaðar sko við þurfum ekki alltaf að vera bundin á klafa bílsins og líka ég keypti mér fyrir 9 árum þegar ég loksins sko varð að kaupa mér bíl ég var búin að reyna að vera bíllaus í borginni en ef maður ætlar að heimsækja ættingja sína í Garðabænum og eitthvað svona sko það eiginlega þarf maður að eiga bíl og þá keypti ég mér metanbíl á sem sagt íslensku eldsneyti það var hérna En jú, þetta er vissulega sko, samfélagslega ábyrgð líka, sko, það er gróðurhúsa hérna, lofttegundirnar, svo er það mengunin sem við talaðum, það er svifrykið og líka bara allt plásið sem fer undir þessi borgar eða bílamannvirki, sko, eins og þú myndist á Sundabraut. Þú veist, það að Sundabraut hafi ekki verið byggð, það er náttúrulega ekki eina ástæðan fyrir því að það er umferðaröngviti, það er líka því að almenningssamgöngum hefur ekki verið sinnt og við notum all bílinn okkar sem úlpu. Gísli, hérna framundan er verkefnið að reyna að selja Íslendingum það að borgarlína sé góð hugmynd. Hún er byggð á kerfi sem er ekki að virka. Þetta er strætó á sterum og við vitum að strætó hefur bara ekkert verið að virka. Það er mikil óánægja með strætó og hérna mín skoðun og sko
það ekki ákveðin vandi fyrir okkur að við erum í þessu ástandi sem við erum öll sammála að hefur aldrei verið erfiðar að komast ef við ætlum að nota bíla þá hefur aldrei verið tafsamar að komast frá einu stað til annars og það ekki svolítið vandi hérna þeirra sem styðja borgarlínuna að það meiri strætó, það betri strætó en strætó sem almenni samgöngur einhverju hluta vegna ferðamáti sem ekki hefur gengið nógu vel meðal annars vegna þess að það var komið upp alls konar vandamál við framkvæmdina. Þetta byrjaði náttúrulega með því að íhaldið byrjaði að fækka ferðum ég man að ég var tiltölulega nýfluttur til Íslands og vanur bæði hjólreiðum og almenningssamgöngum og þá spurði ég fyrir akkurat 30 árum borgarstjóra íhaldsins þá verandi akkur þeir væri að skera þetta niður og fekk eitthvað lélegt svar og síðan hefur ekkert mikið lagast. Heldur það hafa eyðilagt þetta að skemmt þetta vísvitandi? Já, ég hugsa það sumir. Og tilgangurinn hver? Já, menn eru hrifnir af bílnum og bílaborgin náttúrulega grunnurinn eins og segir. En sem betur nú komin nokkuð góður einhugur að meira segja íhaldi að fara að klofna í þessu. Já. Og hvað segja, íhaldsstjórnir hérna í sveitafélögunum í kringum Reykjavík eru líka farnar að styðja þetta. En þegar þú heyrir þessar fjárhæðir 311 milljarðar eða hvað þetta í heildina samgöngusáttmálinn hérna finnst þér þetta trúverðugt af því við heyrum líka svo margar óanægjusögur á notendum hjá strætó. Ég meina rök bæjarstjóri Kópavog sem nú sjálfstæðiskona eru að það hefur ekkert betra fundist þannig að það alveg nóg fyrir mig. Já. Ég hef ekki stúderað þessar tölur en auðvitað þetta erfiðar af því að borgin byggð upp í áratugi eins og bílaborg nánast eins og í Bandaríkjunum. Þannig að það búið að vera núna í nokkra, 3 áratugi kannski að reyna að vinda ofan að þessu þegar ellistin byrjaði á því og auka almenningssamgöngur en mér finnst það ganga hægt. Og ekki hjálpar til að við erum með Reykjavíkurflugvöll sem og alls konar svona furðuleg skipulagsslys held ég að maður getur bara að tala út frá samtímanum. Hvað segir þú þetta, Sigmundur? Já, talandi Reykjavíkurflugvöll. Ég stuðningsmaður þess að Reykjavíkurflugvöll sé í Reykjavík. Það allar höfuðborgir í heimi með mjög góðar samgöngur til sín. Ég meina húðborgarinn í Kaupmannahöfn í miðborginni og yfirleitt eru lestastöðar í miðborgum eðli málsins samkvæmt og það skylda Reykjavíkurborgar hafa greiðar samgöngur til sín vegna þess að það eru öll miðlæg þjónusta, svo að segja öll. Þetta var nú það. En það bara ein lausn við þessum vanda sem blasir við. Það að auka almenningssamgöngur. Ég tek undir bara með Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóri í Kópavogi. Það engin önnur lausn í sjónmáli. Hún mun ekki detta af himnum ofan. Til viðbótar að fjölga góðum hjólastígum, til viðbótar að hvetja fólk til að ganga styttri vegalendir vegna það vel hægt og ég þekki það á eigin skinni og í 4. lagi þá mjög mikilvægt að efla fyrirtæki inn í hverfum vegna þess að reyna að stytta leiðir fólks og ég fagna því mjög að í nýju Keldnahverfi þar sem eiga að vera einhverjir hátt í 15.000 íbúar þá gert ráð fyrir ef maður rétt 7.000 störfum inn í hverfinu og þetta mjög til bóta fyrir öll samfélög að það þurfi ekki allir að keyra 20 kilometra í vinnuna, heldur það sé styttra í vinnuna. En vandinn hins vegar aftur á móti sá með borgarlínu sem ég hrifinn af og ég finn ekkert annað svar við vandanum að börnin mín búa mörg hver út í löndum, dóttir mín í Lundunum, býr austast í Lundunum og fer niður í BBC á hverjum degi bara og tekur eina lest. Það myndi aldrei hvarfla þessari dóttur mín að kaupa sér bíl. Sonur minn býr í Stokkólmi og sömulegis fer útkverfi inn í miðborg Stokkólms í sína vinnu. Það sömulegis myndi aldrei hvarfla honum að kaupa sér bíl. Hann óþarfi. Almenni samgöngur svo góðar í þessum fjölmennu borgum. Vandinn í Reykjavík sá að við erum á stærð við Coventry á Englandi. Við erum svo lítil, við erum svo fá að borgarlína og öflugar almenni samgöngur ekkert endilega auðveldar fyrir svona fáa.
Nei, en þetta einhverju leyti eins og við höfum aðeins komið inn á hérna, þetta einhverju leyti menning og viðhorf líka, að það hefur bara, sá var lúser sem satt í strætó og var orðin fullorðin. Hvað var að honum? Átti hann ekki næga pening til þess að kaupa bílinn, flotta stöðutáknin og sá sem að hjólaði, býtu, hvað að þér? Við erum dálítið undarleg tegund, sko, við kaupum okkur tækni til þess að auðvelda okkur lífið og dragur allir hreyfingu og förum svo út í búð, það að segja í líkamsræktarstöðina og kaupum hreyfinguna sem við erum búin að kaupa okkur frá annar staðar. Við erum svo góðir neytendur. Já, nákvæmlega og að fella þetta inn í rytma dagsins, hreyfinguna. Og sko það glæddi mig, ég fór í hjartamyndatöku núna fyrir árunu og svo vissi ég ekkert hvað kem út úr þessu og ég sagði við strákinn sem tók myndindar hvernig lítur þetta út? Ég má ekki segja það, ég búin að taka 24.000 myndir hefðu svo kallaði læknirinn í mig og þá bara hjarta alveg hreint bara eins og í fermingadreng og og það, ég segi að það lítur að vera vegna þess að ég skokkaði nú í nokkur ár og svo hef ég hjólað núna seinna árin já, þetta hjálpar alls saman sko. Ég meina, svo náttúrulega erfiðir og annað sem spila inn í þetta en það að ná hreyfingunni inn í daglegt líf, það hefur alltaf verið motto mitt og bara upp úr 70 eftir olíukreppuna, þá man ég að ég fór að spara bíl og spara keyrslu til að spara bensín og ég las bók þá sem heitir Small is Beautiful skrifuð af Friedrich Schumacher ef ég man rétt nafnið á honum og hann hafði verið hann hafði unnið í hvort hann var forstjóri bara kólanámanna í Bretlandi eitthvað álíka eða British Coal Board eitthvað svona og hann skrifar þetta svona út frá svona Small is Beautiful að svona hugsa svolítið ekki þessu stóra og gróteska heldur meira svona einhverju míkra og minna og allt þetta og það var svo góð hugsun og hann var svolítið buddískur í sinni nálgun og flott bók og hún hefur alltaf setið í mér þessu bók og gert með að svona umhverfis sinna getum við sagt Herdís, ég einmitt að velta og sem að stendur undir því, það annar mál Jú, ég einmitt að velta fyrir mér Herdís, að hve miklu leyti pólitíkin ber ábyrgð á þessari stöðu ekki spyrja sérfræðingi ráðuneyta því Já, við þurfum ekki að ræða þetta flokkspólitískt Nei, alls ekki Ég veit ekki, ég meina við höfum náttúrulega einhvern veginn höfum við enda hér á Íslandi með þessa menningu sem við höfum í dag sem bara svona ofsalega einstaklingsmiðuð og ofsalega við erum bara neytendur við erum bara neytendur fyrst og síðast og mér finnst það svolítið daburt, svolítið nöturlegt maður hefur séð þetta meira í einhverju svona námskeiðs heitum hvernig maður á að vera betri manneskja við erum bara neytendur nei, ég bara manneskja, fyrst og síðast og þannig að var ekki Tatsi sem sagði að við værum ekki samfélag heldur einstaklingar en mér finnst en það sem ég upplifði þegar ég bjó í Berlín ég fór þangað eftir doktorspróf bjó þeir í 2 ár og tók alltaf einmitt lestarnar og mér fannst það svo frábærlega skemmtilegt að í lestinni þá sá maður að maður var hlut af samfélagi en á Íslandi þá sér maður eiginlega mjög sjaldan að maður sé hlut af samfélagi og þess vegna einmitt bindi vonir við borgarlínu og að og það allt saman að við förum svona aðeins meira að upplifa okkur sem er hlut af einhverju stærra íslensku samfélagi. Það vantar líka allan stórhug eins og dæmis lest frá Keflavík til Reykjavíkur alltaf glæsilegast sem við erum stoltust af það voru byltingakend skref sem að litu mjög langt fram í tíman og kostuðu hellinga pening ekki allir hér við þetta bor sammála því að dæmis lest til Keflavíkur væri frábær hugmynd algjörlega allavega Keflavíkur ef að Reykjavíkurflugvöllur aflagður en hefði Sigmundur Ernir verið á annars Sigmundur Reykjavíkurflugvöllur á að vera höfuðborgin ég stið flugvöllin en það er ekki verið alveg ég er ekki alveg á þessu hugmynd bara svo það má færa en akkurat þetta að þetta eru svona einhverja smá skammtalækningar það er ekki tekin alvöru skrefin sem breyta hegðun og auðvelda okkur lífið ef ég væri pólitíkus og mætti ráða hvað er gert í almenningssamgöngum á Reykjavíkursvæðinu og höfuðborgarsvæðinu þá myndi ég vilja bara stórbæta strætó ég myndi vilja setja bara fullt af pening ég hafa bara mjög tíðarferðir og
og bara nánast ókeypis í strætó í svona 5 ár. Ekkert eitthvað 2 vikna átak eða 1 bíl samt dag á ári, það er bara kjaftaði. Það er átak að hætta að nota bíl. Ég öll að vilja gert, samt það átak fyrir mig. Það þarf að kaupa sér hjól. Samgöngustyrkur, ég veit ekki hver ákveður hvað hann hár, en hann 10-11 skall á mánuði, það ekki neitt. Opinberi starfsmenn njóta hans en yfirleitt ekki þeir sem eru hjá einkaframtakinu það. Og þetta bara djók, þessi upphæð sko, ef þú spáir í hvað þetta mikið rask, þú veist eins og til þess að fá fullan samgöngustyrk hjá mínum vinnuveitanda, þá þarf ég að skuldmynda mig til að hjóla 4 sinnum í viku, fyrir það fæ ég 10 skall skattfrjálst á mánuði. Og hérna... En nokkurt eftirlit með þessu, getur ekki bara logið? Jú, algjörlega, skilur, þetta náttúrulega, þetta byggir á svona traustkerfi, sko, en ég meina ef ég hjóla ekki þá þarf ég að fara bílnum og þá þarf fólk að fara bíl og þá þarf að finna sér bílastæði. Þú getur ekki fengið niðurgreitt bílastæði á sama tíma og þú ert á samgöngustyrk. En þetta bara, sko, þetta er svo lítill hvati í þessu, þú þarft að vera svo, þú veist, giftur þessari hugmynd til þess að nenna þessu fyrir þennan pening. Og ég held að það sé, sko, líka bara ef það ætlar að kaupa hjól, þetta er bara rándýrt. Og þannig að ég held að það mætti vera miklu meiri hvati og hann má vera bara mjög lengi vegna þess að við þurfum að breyta venjum. Líka því að sko sumir, eins og Sigmundur Ernir rendi á hann, sko sumir geta ekkert gengið að hjólað eða tekið strætó yfir. Sumir þurfa að nota sér bíl eða bílaþjónustu og þá kannski ennþá meiri ábyrgð á hinum sem geta þetta eins og við að gera það. En þess að sumir eru bara ekki færir að og þess vegna er mjög skrítið að heyra sko andstöðu svona þeirra áköfustu andstæðinga sko þess að þessi lagðir hjólastígar og svo leiðis. Það er bara þessi hjólamenn út út og þetta er bara fyrir manni og nei, þú veist bara hver bíl sem fer á götunni það er gott fyrir þig. En svo eru líka fleira, það er náttúrulega hlaupahjólin, sko þau spara marga bílana og svo eru til líka sko litlar vespur sem að komast ekki hraðar en 30 km eitthvað, eða 25 og mega fara á þessar hjólastíga og fólk sem að getur ekki hjólað eða treystir sér ekki það gæti keyrt slíkar vespur og það eru líka til með 3 hjólum, þannig að þá er ekkert valdur og þannig að það eru alls konar sko leiðir. Ég fann að hugsa það að ég er nú alltaf að skoða mótorhjólaauglýsingar en ég held ég átti skellinörður sem fá úlingur og það í manni alltaf þetta gamla Rafmagnsmótorhjól sem sagt. Já, heyrðu, ég er búin að tala við verksmiðju í Bretlandi sem þeir framleiða alveg dásanlega flott svona retro rafmagnsmótorhjól það hefur slegið í gegn hjá þeim en þeir selja það ekki sko í landi sko ég var að kaupa það í Pólandi það sem svona með býr nei, við erum ekki komin umboð þar, við getum ekki þjónað hjólunu sko þannig að og gert við það og svona og tekja ábyrgð á því en þetta er að koma þannig að rafmagns mótorhjól og annað þá er maður alltaf komin út í umferðan sjálfa og hún er nú ekki skemmtileg hér, hún er svo ruddaleg oft en sko þessi hugmynd enn og aftur kemur hugmynd hérna við þetta borð sem við erum öll sammála að væri frábær, bara frítt í strætó bara aktíft átak í 5 ár. Það getur Akureyri. Það var og er gert. Er ekki ennþá frítt? Ég er ekki alveg viss, ég þarf ekki að vera með en það var að mista gert langt árabil. Já, og af hverju eru við ekki að heyra þessar hugmyndir í pólitískri umræðu? Já, ég hef verið stuðningsmaður þessa mjög lengi en það verðist ekki hafa verið gert neitt í því. Ég veit ekki hvernig þetta gekk á Akureyri sko. Ég held að það gengi mjög vel. Það snarjókst. Af því að við erum ekki öll sammála að það þarf byltingakennt inngrip. Komast ekki 50 menn í strætó? Jú. Hann er á 4 hjólum, 4 nagladekkjum og veturnar, en þessi 50 er verið á 50 bílum, sinnum 4 hjól, já. Það er 2000 dekk. Já, 2000 dekk, sem spæna hér upp ríkið, sko. Ef þú tala um Akureyri, það sem er svona mikil mengun, svo mikið að nagladekkjum. Ég hef ekki notað nagladekk í 30 ár. En svo er annað varðandi sko borgarlínu sem ég held að, og við erum kannski flest hver sammála hér við rauðaborðið að sé framtíðin, og ég þekki þetta frá syni mínum í Svíþjóð, þar sem er sko þetta óðbóðslega velheppnaða lestarkerfi, og þar sem eru þessar borgarlínur milli hverfa í gegnum og fram hjá Gamlastan og miðbænum að sko það er öll þjónusta á þessari línu og þetta er það sem vantar á Íslandi á höfuðborgarsvæðinu og eftir atvikum á Akureyri að þú getir á einni línu orðið út sem allt sem þið vantar og þá er ég að tala um mat, drykki, bókasafn, apótek allt sem
sko við að éta í þessum efnum og þurfir ekki að vera að sko gaufa þetta út all hverfi og þetta einn lykil þátturinn í borgarlínu heimspekinni. Það að þjónustan sé á línunni. Já. Svo náttúrulega má segja að COVID hafi kannski eitthvað fækkað þörfin á staðarfundum sko, menn eru eitthvað fannir að læra á það en þetta auðvitað að falla í gamla farið. Nú svo kannski heimsending á þjónustu og annað sem kemur að einhver liti í staðin fyrir þetta en fólk þarf að fara á milli samt. Amazon að kalla inn alla sem vinna heima núna. Já. Bannaði að vinna heima. Krefja að koma á vinnustað og það kostar auðvitað samgöngur allavega samgöngur. BHM lét einmitt vinna mjög flotta greiningu í COVID sko hvernig fjárvinna geti haft áhrif á samgönguþörf á höfuðborgarsvæðinu. Það var alveg ótrúlegu þjóðhagslegur sparnaður sem yrði að því ef allir myndu bara vinna heima 2 daga í viku. Þessi geta. Það voru bara einhverju milljarðar sko, sem að sparast í uppbyggingu vegakerfisins og viðhald og Ég hef mikið unnið heima og við hjónin bæði. Hún að framleiða sjónvarpsþætti og getur mikið unnið heima og ég skrifa bækur og það svona við tölum stundum að þetta svona súrt á köflum vegna sem hittir ekki fólk þegar maður makar sér en mér finnst þetta dásalegt og við förum ekki sko bara út í göngutúra til þess að fríska okkur upp en það afskaplega gaman og hollt og gott að vinna heima hjá sér. En svo var líka hægt sko að vera með, maður hugsa sér að þú veist okkar, ég vinn hérna hjá stjórnarráðinu í staðan fyrir að þessi verið að beina sko fólki inn í einhver 10 ráðuneyti að koma allir, þú veist, allir sem vinna í félags- og vinnumála að fara í Sigurmúlan og svona, að þau sem að vinna hjá stjórnarráðinu og búi í Grafarvogi, þau hittast bara á einu skrifstofuhúsnæði þar. Og þau sem eru hjá stjórnarráðinu og vinna og búi hérna Hafnarfirði, þau vinna bara í Hafnarfirði. Það séu vinnustöðvar í hverfum, þessi skrifstofusettur. Já, nákvæmlega, ekki bara þú veist einhvers á Hvolsvelli og Akureyri, heldur líka inn í hverfunum. Og svo maður tali ofnotkun einkabílsins aktíft niður, þá virðist manni nú að fréttum að ef þú ætlar þér að hreyfa bílinn eitthvað þá sé komið eitthvað svaka bílastæða gjald á því bara ef þú ferð nálægt einhverjum ferðamannastað og eitthvað svo leiðist þannig að og það svo sem bara innan borgarmarkana heldur, það nú ekkert grín að eiga bíl og þar sem áður var frítt að leggja kostar náttúrulega núna pening og þetta kemur niður á félagslífi hópa ég þekki það sjálfur dæmi það sellur sem að hittust kannski á einhver ákveðnu kaffihúsi að þetta bara búið að leysast upp núna af því að það orðið svo dýrt að leggja bíl einhvers staðar í nágrenni. En svo eru bílar líka montprik. Bílar eru stöðutákn og það eru fyrir marga að selja jeppan og fara að hjóla með hjálm og láta lægja sér. Veistu hvað margar Teslur til á Íslandi? Já, nei, það eru margar. Það eru tæplega 8.000. Já, svo sér maður þessar stóru. Þar getur bæði verið með stöðutákn og verið flottur, verið umhverfisvænn. Já. En maður sér líka suma af þessum stóru bílum. Maður sér alveg karakterinn, maður sér stundu hvernig þeir leggja. Já. Og Bragi Valdimar orti nú fólk hér í nágrannabæ og sagði íbúana þar að ef ég finn stæði þá legg ég í bæði. Já. Maður þekkir það sem uppalandi fatlast barns að oft á tíðum komu flottu kallarnir og lögðu í fatlaða stæði og allir bara rétta skreppinn. Já. En þeir hefur getað lagt 10 metrum frá. Já. Það svona það bil 5 sekúndna rán á þínum tíma að leggja eins og maður. Ég verð að viðurkenna það að ennþá eru birtar fréttir af þessum skúrkum með myndum af þeim í þessum hjólasíða á férsbókinni. Já, og ég verð að viðurkenna það að þetta finnst mér gagnlegar fréttir þegar kemur á félagslegu taumhaldi. Það þarf að búa til gullhjól fyrir þá sem alltaf verður með stöðutáknin. En erum við þá öll sammála það, bara svona sem að draga þetta saman hérna í lokin, ef þetta verður ráðstefna þá verður einhver að draga eitthvað saman eða ekki. Erum við ekki öll sammála það að þetta er einhverju leyti svona huglæg hindrun að hvernig við ofblínum á mikilvægi einkabílsins. Ég bara ætla að segja það í lokum frá mér að ég held að fólk almennt mikli göngufjarlægir. Já.
og sko ég gaf mér það sjálfur í 40 afmælisgjöf eða hvort það var 45 ára afmælisgjöf að hætta að flýta mér. Ég var búin allt mitt líf sko, sérstaklega í vinnu, að flýta mér og komst það niðurstöðu að ég var bara sko fyrra næsta rauða ljósi. Það var allt sem ég græddi og sko ég held við séum ómikið flýtókur og ætlast til þess að vegalendi séu sko eins stuttur og hægt í staðis bara að njóta. Gangi í vinnu, gangi í búð, gangi í leikhús, ganga til vina og gera ráð fyrir þeim tíma og finna hamingjuna í hverju skrifi. Þessi blessaða núvitund. Já. Hún birtist í þessum Þetta er bara sálfræði meðferð. Þú þegar nei, sálfræðingur á göngu. Einmitt. Vilt þú segja eitthvað sálgæslulegt til samfélagsins? Já, þetta er bara dásanlegt fyrir líkam og sál að hreyfa sig og vera úti og sko ég bara veist, ég fór norður á Akureyri núna akandi með vinnum mínum. Ekki á hjólinu þú? Nei, ég kom tilbaka í bíl sko og ég, sko, bara fyrsta sem ég hugsaði í morgun, nú þegar ég fór út að hjóla sko, og hjólaði vestur í bæ og svo hingað og hjólaði heim og eftir og þetta er bara, þetta er svo yndislegt og maður sér borgina allt öðruvísi. Varstu komið bílaskömm? Já, komið bílaskömm sko. Já, það var ég var reyna komin með það sko. Bílviskubitt. Já, bílviskubitt, já. Þannig að Já. Er það ekki nýrið? Eindómi plúsar. Já, sko, ég er alltaf með svona smá loftviskubitt en það má samt ekki taka, eða loftslagsviskubitt og það má ekki sko taka gleðina úr þessu og þú varst að mæla með bók sem er frábær, ég las hana fyrir löngu síðan. Ég ætla að mæla með annari, hún heitir Under the Sky We Make og hún fjallar um loftslagsmálin á mjög svona aðgengilegan hátt. Og úr henni þá lærði ég eitt sem ég finnst mjög sem ég á með auðvelt með að yfirfæra á það að hjóla í vinnuna. Það er sko allt sem er gott fyrir loftslagið, er gott fyrir geðslagið og það er gott fyrir budduna. Og og það að hjóla er bara, það er aðalega bara svo skemmtilegt. Það er ótrúlega næs að fara út á morgnana og úr vinnunni, úr stressinu og ruglinu og bara setjast á hjólið og geta bara orðið alltaf svona 7 ára aftur. Fólk verður að prófa sig áfram sko, það er auðvelt að tala þetta upp núna og þegar haustlitinur í hámarki og sólin skín fyrir þetta er rauð eitthvað sko. Það er sennilega erfiðar í huga margra að fara út í rigningu og rok og hjóla en mér hefur fundist það oft bara hressandi sko þegar ég prófaði það forðum og aðeins farin að prófa aftur núna Og gísli veturinn að verða nýja sumar á Íslandi? Það er sennilega rétt. En ég verði sennilega að æfa mig í því sem að Örn Bárður og Sigmundur Ernir nefna að vera ekki alltaf með eitthvað í eyrunu sko. Ég er alltaf að hlusta á fréttir eða podcast sko. En þessi núvitund kemur auðvitað bara eða auðveldar en maður er ekki að hlusta á einhverjar gáfulega speki sko. Já, en sko ég hlusta mikið á Rachmaninoff. Er það ekki allt í lagi? Jú, þá heyrur ekki umfyrirna með hann. En sko þá er ég kannski bara skokka á einhverjum stíg. Já. En þetta er alveg rétt sem að hefur komið fram að við má ekki hegða hvað maður að segja, afþreyingar, neyslu, þörf sinni þannig að valdi hættu í umferðinni. Og kannski er maður stundum svona aðeins á mörkunum þar, ég veit það ekki. En frábært að fá ykkur öll hér og Gísli Tryggvason, takk fyrir að koma og deila með okkur þínum lífsmáta, Herdís Sjópka, Sér Örn Bárður Jónsson, Sigmundur Ernir Rúnarsson. Við ættum eiginlega að hafa bara svona pallborð reglulega sko það sem að við höfum ekki verið að hafa pallborð alla jafna Það var einhver fyrir upptökuna sem spurði er þetta nógu stórt og annars sagði þetta er bara það stærsta. Risavaxið. Þetta er risavaxið. En kæri þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og við víkjum úr þessu áhugaverða umfjöllunarefni yfir í allt aðra sálma. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.